Þau ráð sem ég hef til aðstandenda að sækja sér upplýsingar til fólks sem hefur verið í sömu sporum og til þess að reyna að setja sig inn í hvernig aðrir hafa tekið á hlutunum og hvernig hlutirnir hafa verið fyrir aðra. Öll ráð eru gefin sem ráð og fólk að bara taka því sem ráð en ekki sem heilagan sannleika. En það hjálpar mjög mikið að vita hvernig aðrir hafa átt við hlutina. Og síðan það að koma fram við sjúklinginn eins og bara fullfrískan einstakling sem kannski sem þarf kannski aðeins meiri hjálp og hefur ekki fullt þrek. Það er mjög mikilvægt fyrir sjúkling að finna það að hann er metinn sem einstaklingur en ekki sem sjúklingur, en samt að veita honum þá athygli sem hann þarf varðandi sjúkdóminn. Hlusta þegar að sjúklingnum líður illa og hjálpa til og við það sem að hægt að hjálpa til við. Annað sem mjög mikilvægt sem við uppgötvuðum það að aðstandandi þarf að vera mjög ítinn við starfsfólk heilbrigðisstéttanna. Það ofboðslega mikið að gera hjá læknum og hjúkrunarfólki og þeir eru allir að vinna hlutina eins vel og þeir geta, en þeir eru kannski með helling af sjúklingum sem þeir eru að reyna að sinna. Og þegar að sjúklingurinn kannski fastur við rúmið þá gott að aðstandandinn sé sá sem að hleypur til og sækir læknirinn og fer og ræðir við læknirinn alls konar hliðarverkanir og aukaverkanir. Því að oft sjúklingurinn bara ekki fær kannski að gera það og svo sjúklingurinn oft með þær hugmyndir að hann vill ekki íþyngja, hann veit að það nóg að gera eða kannski ósáttur. Þannig að þetta mjög mikilvægt hlutverk aðstandandans að sinna því að það séu allar þarfir sjúklingsins uppfylltar. Því að það engin færari það heldur en kannski aðstandandinn til þess að líka að bara segja til að þessum sjúkling líður verr heldur en læknirinn gat komist að á 5 mínútna heimsókn. Eða þessi sjúklingur með sár eða aukaverkanir sem bara gleymdist einfaldlega að segja lækninum á þessum stutta tíma sem að heimsóknin átti sér stað á stofugangi eða viðtali sem skorið við nögl.